Já, það þáttur 2. Heldur betur. Þetta að hafast. Pingjan þáttur 2. Pingjan þáttur 2. Já, þáttur 1. Hann, við báðum svona faglega gagnrýni, uppbyggilega gagnrýni. Já, hann var fín að mínum mati. Finnst þið? Já. Já. Við ætlum að gera miklu betur. Hann slapp fyrir hótt, en þessi verður betri. Við getum lofað ykkur því, kæru hlustendur. Já, ég held það. Og það kannski svona, það sem við tókum helst til okkar var að við mættum kannski svona útskýra aðeins, þú er að lækka þessi tónlistinni, sko. Aðeins neðar, sko. Já. Samt kósí að hafa hana svona undir, sko. Já, halvun, ok. Læsilegt, svona. Við kannski, tökum það helst til okkar að við ætlum að reyna svona að vera aðeins skýrari með það sem við erum að fara yfir. Við ætlum nú ekki að kryfja það til mergjar og þú veist, ef fólk vill kryfja þetta til mergjar, bara endilega vera með ársreiningi fyrir framan ykkur. Já, það held ég eina viti, sko. Það myndi ekki nenn að hlusta okkur telja upp alla tölurnar. Nei, ég segi það. En við tökum það til okkar að mögulega útskýra aðeins betur hver tölur sem við erum að fara yfir. Já, hvað hugtökin kannski þýða. Já, og en svo bara mælum við með að fólk kynni sér Nýja testamentið. Já. Sem að þú hefur grafið upp á netinu. Já, sem sem sagt gamall þríblöðungur frá prónefnd viðurkenndra bókara. Já. Sem nokkra kennitölur til greiningar á ásreikningum. Við fylgjum þessu. Já. Og það nú bara ekki þannig að maður muni hver einustu kennitölu. Nei. Heldur gott að hafa Nýja testamenti fyrir fram að sig frá prónefnd viðurkenndra bókara. Algjörlega. Og styðjast við það og við eigum núna pingjan.is. Þannig að við munum sennilega nýta vefsíðuna í það að setja nýtarefni og kannski frekar útskýringar fyrir þá sem hafa áhuga á því. Við erum allavega búin að kaupa lénið. Já. Sem vel. Yes. En ég verði eiginlega að byrja þennan þátt á því að biðja smá afsökunar. Fyrsti þáttur. Já, það var smá mix-up þarna hjá mér. Já. Og I must have mixed up the bags, eins og hann sagði í Hangover 1. Já. Við hann Marshall. Já. Og þá sem sagt gef ég í rauninu upp vitlausa ebitu fyrir Jóterja. Og í rauninni félögin sem ég bar saman við það. En það var í rauninni ebit. Ebit hlutfall, ekki ebita hlutfall. Einmitt. Þannig að ég hér með byggðist afsökun á því. Það var mikið stress fyrir fyrsta þátt. Allt í messi á papírnum og ég það pollaka á okkur svitin. Einmitt, sko. En þannig að ég vona að þið afsakið þetta, kæru hlustendur. Já. Og ég ætlaði nú svona bara í ganni að slá upp Hangover og ég mæli ekki með því að fara á Wikipedia síðuna fyrir Hangover. Það á ekki við myndina, heldur. Og allt annað. Þannig ég hef ekkert feedback. Annað en það bara, þetta liggur í afskriftunum, krakka mínir. Skulum ekkert fara mikið nánar út í það. Við kannski útskýrum muninn á EBITDA og EBIT betur og eftir. Já. En annars eitthvað nýtt í þessu? Hvað frétta? Bara svona fyrst úr spyrð. Já. Ég tók eftir að það stjórnarmaður í Kaldalón sem var að losa hluti, viðskipti fjárhagslega tengsta aðila. Var hann að létta pingjuna eða þingjana eða? Sko, ég get eiginlega ekki betur séð en að þetta séu bara einhver 1000 bréf, 10.000 bréf. Á hvaða verði? Það 1,92. Hvað? 19.200 krónur? Já. Var þetta fyrir rafmagnsreikningum? Það eins og þessi rafmagnsreikning frá N1, hann hafði þetta verið greittur bara strax. Já. Og það alveg hann bara losað. Þetta var kannski áhugaverð sala, ég verð að viðurkenna það. Já, þetta... Já, líka að maður sjá svona lítið magn þetta á markaðin. En nei, heyrðu. Já, það var að koma inn auka tilkynning. Já, þarna kemur þetta. 10 milljón hlutar, þetta ekki... Jú. Já, þannig að það viðbót. Þannig að hann hefur selt 10 milljón og 10.000 hluti. Já. Allir einhver miðlari hafi bara ítt óvart á, vantaði einhver núl þarna upp á. Maður veit það ekki. Já, 19 kúlur. Það er konur í töluvert aðrar upphæðir, sko. Já. En að öðru leyti, nei, það hefur svo sem ekkert vakið áhuga manns þannig séð. Nei. Annað heldur en bara þetta helsta. Nákvæmlega. Herðu, ef við þá ekki bara demba okkur í ársreikningana? Jú, sama snið og áður. Sama snið og í dag ég með ísbílinn. Já. Og það ísbíla útgerðin EHF. Ok, best að fletta því upp og við mælum að sjálfsögðu með RSK,
Keldunni eða ég hef reyndar aldrei notað kreditinfo þannig við mælum bara með að nota Kelduna eða RSK Já, nákvæmlega og ég ætla að vera með Omnom þannig að ef að menn vilja sækja 2 á sekúndu 1 þá er tími núna Nákvæmlega Herðu, ísbíllinn, byrjum á honum Það er kannski eitt, ég langar að skjóta því inn út af því að við hefum svo margt undir hlustendum okkar komið að biðja á ef þau fíla okkur að einhverju leiti að íta á follow á Spotify gera það bara núna, líta á skjáin og íta á follow inn á Spotify og það er mjög mikilvægt að við fáum einhvern því að við byggjum allt okkar starf á faglegri gagnrýni og einhvernum og við erum ekki yfir hana hafnir Nei, alls ekki en þetta mun hjálpa okkur með framtíða þætti Nákvæmlega Herru, þá byrjum við bara á ísbílnum það er lítið fjölskyldufyrirtæki og sem byrjaði bara á einum bíl eins og oft vill vera og það er Hvítasunnuhelgina 94 en í dag þá rekur útgerðin 11 ísbíla takk fyrir all land og er í 100% eigu Ásgeirs Baldurssonar samkvæmt ársreikningi 2020 Já, magna og þetta vekur strax athygli mína þetta heiti ísbíla útgerðin Nákvæmlega Ég held hann hafi bara alltaf hugsað þetta verður útgerð á nokkrum bílum, ekki bara einn Þetta er framtíða maður Þetta er einhvers konar bara veldi þetta eru 11 bílar all land og megin tilgangurinn er náttúrulega bara rekstur frystibifreiða og selur frysta og ferska matvöru þá helst ís bara beint til neytenda og ef við dembum okkur bara beint yfir í rekstrarreikningin þá bara skoðum við söluna Viltu gíska? Heyrðu Ég fá þig til að Sko, ég veit töluna fyrirgeðu, ég var búinn að kíkja En þetta er allavega 295 milljónir króna í sölu árið 2020. Hefðirðu gískað á það? Aldrei. Ég var eiginlega bara of spenntur, þannig ég fór beint í rekstrartekjur. Já, einmitt. Og þetta er ég vil meina að þetta sé 1 milljón á dag í sölu, vegna þess að félagið er ekki minna áætlunarferðir í janúar og febrúar sem ég reynda skil mjög vel. Það myndi sennilega enginn fara hlaupandi út í janúar og febrúar í haustlæðum. Erfitsel. Já, ég er að segja það í þessum vetrarlægðum, janúar og febrúar lægðum. Það er mjög erfitt sel, Þannig að þetta eru kannski 10 mánuðir sem að fyrirtækið er starfrækt. Ég þekki nú ekki hvort það sé starfrækt í janúar og febrúar, kannski einhver heildsala eða eitthvað. En þetta er allan að miða við 10 mánuði bara milljón á dag. Í sölu magna. Sem að og ef við setjum það í samhengi þá er þetta 192 12-stykja djæfpakkar á dag. Já, vel gert. 192 stykki 12-stykja djæfpakkar. Það er slatti Já. Nú ertu komin eitthvað í reiknum. Já, sorry. Er það ekki rétt hjá mér? 192 sem 12. Þetta er einhverju 2300 stykki af djæf. Jú. Getur það ekki verið? Jú, það getur alveg vel verið, En já. Svo kannski ber helst að nefna tekjur félagsins. Það er að vaksa 48% á milli 2019 og 2020 sem að segir okkur það að COVID-árið hefur farið vel í okkar mann, hann Ásgeir Baldursson. Já. Og meðal tekjuvöxtur milli ára frá 2015 er 12,62% að meðaltali á ári. Þetta er bara stórkostlegt. Þannig að til fyrirmyndar vöxtur. Og ég á nú eitthvað í þessu. Ég gjarnan fyrir austan á sumrin, þar sem ísbíllinn kemur inn á alla firði og upp á hérað. Ég hef aldrei komið þangað. Nei, þannig að... Já, þann landsluta eftir. Þú átt lítið í þessum reikning. Já, ég verð að viðurkenna, ég hef aldrei keypt af ísbílum, en ég er nú oft síðan, Já. Ég er nú aðalega sé bara einhverja krakka vera að hlaupa þannig átt að þessu. Já, og örgulega margir sem er í þínum spórum sem að horfa á hann og hugsa hvaða hálfvita datt þetta í hug. Já. Þetta er... Þau hlægi ekki núna. Nei. Ég held að Geiri Balda hlægi manna hæst. Kitty Balda? Nei, það er bróður hans. Já. Gæti verið. Ásgeir Baldursson eigandi. Já, herru, förum bara yfir í koksið. Kostnaðarverð seldra vara. Akkurat. Það voru 101 milljón árið 2020 sem er 34,3% af tekjum félagsins. Já, og til að útskýra þetta er semst vörunotkunin. Já, þetta er í rauninni, sala deilt með vörunotkunn, þannig að það má áætla út frá þeirri tölu. Að sjálfsögðu samt, sala deilt með vörunotkunn -1, það gefur okkur álagninguna, sem er 191%. Þannig að það er slatta álagning, en hann kemst upp með það er nokkuð ljóst. Já. Enda margt sem að þarf að niðurgreiða, þeir eru með bifreiður og
Já, og laun og launatengd gjöld og ýmislegt annars. Sem að allt fellur hann undir ekstra gjöld. Já. Bara svona til samanburðar, ef við tökum ísbúð Huppu, þá er hlutfallið kostnaðarverðs seldra vara af sölu 39,4% og ísbúð Vesturbæ 35,7%. Þannig að álagningin er hæst hjá ísbílnum. Já. Og bara skiljanlega. Réttilega svo, myndi maður kannski segja, því að það eru vissulega ákveðin þægindi því að vera stattur einhver staðar inn í sveit og ísnum er skutlað heim til. Ég segi það, algjörlega. Frekar en að þú þurfir að sækja hann. Menn taka þægindin þarna inn í þessa jöfnu, sko. Convenience, gamla góða convenience. Já. Herðu, aðeins í launin. Það eru 100 milljónir í laun og launatengd gjöld. Af því eru 71 milljón sem að fara bara í hrein laun. Sem miðað við 11 ársverk gera 540.000 krónur á meðaltali á mánuði á hvert starfsmann. Já. Sem bara 2020 nokkuð samkeppnishæf meðalaun. Algjörlega. Og sérstaklega ef þetta er kannski bara 10 mánuðir sem að telja þarna inn. Já, svo er það. Þetta er nú svo sjálfsagt mjög vertíðabundið eins og í hverju annari útgerð. Hann á sennilegast einhver að toppa þarna, kannski mæ fram í september. Bæjarhátíðir og sumrin, eflaust góð. Og elda húsbílageðveikina, hvar liggja þeir landið? Það er örugglega eitthvað sem að... Þeir eru nú eitthvað mikið fyrir austan, eða ekki? Jú, alla trissur þar. En herruðu aðeins bara í EBIT-inu og kannski að þýða hana yfir á íslensku. Það er sérst hagnaður fyrir afskriftir, fjármunatekjur og fjármagnsgjöld. Aldrei endurtaka þetta aftur í þessu podcast. Nei, ég ætla ekki að gera það en út af því ég víxlaði því óvart síðast við þá hagnaðir fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld þá er búið að draga frá afskriftinnar. Já, akkurat. En þá er EBIT-an 44 milljónir króna hjá ísbílnum sem er bara nokkuð gott 14,8% EBITDA framlegð eða hlutfall. Já. Og og svo teki EBIT hlutfallið meðal EBIT framlegð á meðaltali síðustu 6 ár þá er búið að draga frá áskriftinum og það er 8,67% sem að virðist vera nokkuð gott til samanburðar en Huppa er með 2,9% og ísbúð Vesturbæ 7,54 sem er í rauninni bara það ótrúlegur árangur hjá ísbílnum að slá þeim við hvað EBIT framlegð var þar, sko. Já. Þannig að bara til fyrirmyndar. Herru, svo er hagnaðurinn fyrir skatta, rúmar 35 milljónir króna og endar í hreinum hagnað upp á 28 milljónir króna sem er bara stórfínt. Já. Það bara, skulum bara ekkert vera ræða það neitt meira. Nei, ég held sér erfitt að kvarta yfir þessu. Nákvæmlega. Það er kannski, þú dempir aðeins í efnahagsreikningin. Já, það lítur út fyrir allan að hinga til að pingjan sé nokkuð full. Hún er sæmilega þykk. Já. Herru, þá er það efnahagsreikningurinn og þar byrjum við í fasta fjármunum. Við byrjum í eignum og fasta fjármunir eru það rúmar 74 milljónir króna. Og þar ber svona helst að nefna þetta kannski bifreiðarnar. Það er standað 9 milljónum króna af stærðinni en þær hafa náttúrulega verið mikið afskrifaðar 46 milljónir. Já. Í líftíma félagsins þá hafa verið keyptar bifreiðar fyrir 54 milljónir króna þú veist, eins og ég segi, enda lifibrauð félagsins en þær eru mjög hratt afskrifaðar í bókhaldinu 25% á ári sem er kannski, þú veist ekkert galið afskriftarhlutfall menna það er oft talað að bílinn sem þú kaupir sé orðinn gamall þú keyrir út af staðinu, sko. Já, allavega dettur á honum. Þeir rýrnar hratt eins og þekkt er orðið vissulega. Klálega. Herðu, og svo er það fasteign. Það er keypt fasteign á árunni, takk fyrir 67,5 milljón króna. Ok, eru þetta headquarters? Ég bara þekki það ekki, það hefur ekki komið fram en ég tek eftir í skuldahliðinni að það er nýtt lán sem tekið á árunni upp á 47.250.000 krónur sem áallega sé svona, þú veist, sem bara lán fyrir fasteigni. Það er allavega miðað við 70% skuld, þetta virðist vera 70% skuldsetninga hlutfall á fasteigninni. Já. Sem að, þú veist, bara nokkuð fínt. Ég meina, ef ég vitnaði síðan Robert Westman á því herrans árið 2008, eins og öll góð kaup, þá þarf að fjármagna þig. Já. Þetta sagði hann við, í viðtali þegar hann var að kaupa Glitni. Og var það þá 70%? Það kom reyndar ekki fram í viðtalinu, en Þyrftum að hlera að binna í bankanum með þetta.
en vissulega eru þetta góð orð, öll góð kaup, það þarf einhvern veginn að fjármagna þau. Jú, þannig að en já, og svo bara áhald og tæki og eitthvað örlítið, förum yfir í veltufjármuni, það eru tæpar 46 milljónir króna, þar eru byrðir 14 sem slatti af ís, og svo handbæraféð sem eru 5 milljónir króna, það sem liggur bara inn á reikning í lok árs. Það hanga 5 milljónir inn á. Samt örugglega upp á þennan reikning að gera, því að þetta náttúrulega alltaf kostnaðarfært á áramótum og meðan hann að selja lítinn ís desember, janúar, þá þetta örugglega ekkert mikið bölk af ís. Nei, versus það hvað hann liggur á í rauninni ekki, sko. Inn í season, sko. Þetta er engin klikkuð byrðastaða, sko. Nei. Og hann verður fljótur að losa sig við þetta, sko. Ég held það. Hann náttúrulega, kannski selur það ekki í janúar, februar, nema kannski heildsölu, ég veit það ekki. Nei, það ekki. En mars og apríl, þetta náttúrulega fristifurur. Já. Það er ætti að duga eitthvað lengur. Akkurat. Aðeins í skuldirnar. Já, kannski gott að bara nefna hérna eignir samtals eru tæpar 120 milljónir, sem bara gott og vel. Við kíkjum rýnum aðeins í skuldirnar. Það er ein langtíma skuld og það fasteignin. Og ég kem nú ekki til með að fara eitthvað djúpt og í vaxtagreiðslur eða annað. Mér fannst þetta áhugavert út af því að ef ég skoða skýringarnar á vaxtagreiðslunum sem að koma fram í rekstrarreikningi, þá má sjá að það verðbætur sem eru hluti af vaxtagreiðslum félagsins, sem að segir okkur það að lánið líklegast verðtryggt að einhverjum hluta. Oh boy. Nei, við skulum allan að vona að verðbólgu draugurinn ná honum ekki, en það, ég svo sem get ekki fullvissað það kemur ekkert fram að þetta sé verðtryggt, en það má áætla að liðurinn í skýringunni sé undir nafninu verðbætur, það reyndar vaxtagjöld og verðbætur að einhver hluti að því sé verðtryggður. Það líka talað 4 stykki lán, þannig að það ekkert ólíklegt að þetta sé eitthvað blandað, sko. Nei, skuldastýring. En nákvæmlega. Mæli með nafna uppsilon. Ég vona að verðbólgu draugurinn ná honum ekki, sko. Herðu, skammtímaskuldirnar, þær eru frekar litlar, rúmlega 17 milljónir króna. Hvet fólk bara til að kíkja á þennan ársynning. Hann raunin til fyrirmyndar, hann alveg gjörsamlega sundurliðað niður í atóm. Það bara skýringar til bara háborunar fyrirmyndar. Þannig að það væri bara sóun og tíma að við förum að þylja þetta. Ég segi það bara, ef fólk vil kíkja á hvað þarna undir skammtímaskuldir eða bara til dæmis annar rekstrakostnaður eða annað, þá það allt niður njörfað hérna. Þessi ársynningur nokkurn veginn bara svona kennslubókadæmi hvað flokka sem hvað, sko. Þannig að mæli með því. Skýringar til fyrirmyndar. Já. Hvað segirðu? Ég veit ekki hvort þú varst búin að taka þetta saman, en ég mun muna þessa tölu næst þegar ég sé ísbíl. Já. Að meðaltali 26,8 milljónir á bíl. Já, þú ert komið með það. Já, ég bara deildi tekjunum í fjölda bílar. Mér finnst þetta bara magnað. Stór fínt, sko. Herðu, skuldahlutfall 54% skuldahlutfall sem svona kannski heldur hátt fyrir ísbíl myndi ég halda. En vissulega var hann að kaupa fasteign sem að hækkar þetta hlutfall töluvert. Já. Til samanburðar Huppa með 47,2% skuldahlutfall og Ísbúð Vesturbæjar 41,6%. Þannig að og þetta miðar við 2020, þetta getur verið fljótt að breytast, sérstaklega verðbólgudraugurinn nær í hann, sko. Þá geti það hækkað hratt, en getur að sama tíma geta skammtímaskuldi fallið hratt, þannig að en þetta svona miðað við stöðuna 2020 ef allar skuldir skammtíma og langtíma eru teknar saman. Herru, svo það skammtíma greiðsluhæfið. Mér finnst alltaf sko, ég svona skammtíma greiðsluhæfis perri. Já, ég hlust ekki á það, sko. Já, sko, bara það að sko sjá hvort að fyrirtæki sé undirbúið fyrir áföll. Það svona segir manni gæði, oft góðum mælikvarði á gæði félagsins, sko. Gæðum rekstur. Eða kemur áhlaup. Já, og hér veltuhlutfallið 2,63. Kannski bara svona að benda á það að veltuhlutfall sem sagt veltufjármunir deilt með skammtímaskuld. Skammtímaskuldir og veltufjármunir eru eitthvað sem að
er flokkað sem svona 12 mánaða tímarammi á því. Já. Samkvæmt Nýja testamentinu þá þetta heitir svo kallað current ratio á enskunni. Og þar er veltu fjár hlutfallið 2,63 sem er bara stórfínt. Og ef við förum í aðeins harðari mælikvarða, þá er það hérna lausafjár hlutfallið. Þá eru byrðir teknar út úr jöfnunni. Byrðir sem er undir veltu fjármunum. Og þar fáum við 1,81 í hlutfall sem er bara stórfínt og er metið út frá þessum tölum að fyrirtæki sé vel búið til að mæta áföllum. Já, hann er bara að fara að offloada ís. Já. Ég held að það verði ekkert vandamál. Nei, það er að gera því sko. Svona í samanburði, ertu fyrir ekki að klára það? Já, hérna eftir bara eigið féð, aðeins að renni við það, en nú ekki, svo sem ekkit kannski stórfellt þar, en það er óráðstafað eigið féð upp á 26 milljónir króna. Þú átt við fyrir ekki óráðstöð pingja? Já, óráðstöð pingja, sko. Og hérna, já, en svo ætla ég að nefna hagnaðurinn bætist ofan á það, sem 28 milljónir. Já. Reyndar, yfirleitt er það þannig í ársreikningum að það er búið að reikna það með, sko. Okay. En þetta eru þá einhverjar 54 milljónir sem hann á hérna í óráðstafað eigið fé. Og óráðstafað eigið fé er peningurinn sem hann má greiða út í arð. Þú veist, kannski er hann ekki með peningin á banka til að gera það, en þetta er svona uppsafnaður hagnaður, netto hagnaður fyrirtækisins. Þannig að ef hann fengi allt í einu 100 milljónir inn á bankan, þá mætti hann greiða út þessar 54 milljónir í arð. En það kemur fram í ársreikningum að útlutar arður séu 0 krónur. Já. Þannig að hann er bara safn í pingjuna. Þetta er vaxtafasi. Algjörlega, sem er gott og vel. Og hérna, já, og þá er það eiginlega upptalið. Það er kannski aðeins þar sem ég vil lasta hérna, er að sjóðstreymið er rosalega svona óítalegt, sko. Já. Ég er mikill sjóðstreymismaður, herra sjóðstreymi. Nei, þú vilt ekki sjá það, en ég horfi mikið í sjóðstreymi og hér er bara nánast engar upplýsingar, en það er þó hérna. En sko, heilt yfir er þessi ársreikningur bara til fyrirmyndar, en fyrir utan þá sjóðstreymið, og það er þá kannski það sem ég myndi helst lasta. Þannig að þetta er svona 8 af 10 myndi ég segja. Okay. Ég myndi segja að pingjan sé nokkuð þung hjá honum Ásgeiri. Svona kannski, já, hún er svona í milliþyngd. Já. Og hérna, og bara rekstu til fyrirmyndar og allt í toppmálum, og ég er bara spenntur að fylgjast með hérna rekstri ísbíla veldisins í framtíðinni. Sama hér. Kannski eitt svona lokum bara til að draga einhvern fróðleik af þessari samantekt. Þegar þú horfir á ísbíla útgerð versus gamla formandi sem við þekkjum bara með ísbúðir. Já. Hvað er þetta þess virði að hlaupa staði eða hvað finnst þér út frá samkeppnissjónarmiði? Ég myndi nú svona halda að markaðinu væri þokkalega mettur með einu svona fyrirtæki, sko. Já. Þetta er náttúrulega veldi. Já. Svo náttúrulega ísbúðarmarkaðurinn er hann ekki orðinn þokkalega mettur líka? Ég myndi halda það. Það er upp að hafa einhvern veginn svona fyllt upp í síðasta skarðið, sko. Já. Staðið sér drullu vel. Já. Þeim eiga það, algjörlega. Reksturinn það náttúrulega til fyrirmyndar, tökum það kannski fyrir seinna. Já, aldrei að vita, við tökum það. En þetta er mjög áhugavert hvað... Ég, sko, persónulega þá myndi ég sennilega láta hann Ásgeir í friði á þessum markaði. Ég held að efast að það sé mikið meira pláss, sko. Já. Með þessar tölur sem við erum að sjá hér. Ég er alls ekki að hvetja til samkeppnisviðan, en svona lærdómurinn kannski sá að mögulega bara gera miklu betra mót að fara þessa leið heldur en nokkuð tíman alltaf opnaðar að búa. Já, algjörlega. Það er bara lítur út fyrir það. En hérna, já... þá er bara ég hef lokið máli mínu hérna. Já. Og bara, millidjúp pingja og bara rekstu til fyrirmyndar. Frábært. Það er kannski, við byggjum þá hlustendur núna, fyrsta, við erum hálnaðir að muna horfa á skjátækin og íta á follow eða gefa okkur einhvern. Algjörlega. Þannig að við ekki bara halda áfram? Jú, bara beint í ónum. Já, ég voru ekki flestir komnir með reikningin fyrir fram að sig. Já, anskotin. Nú er ég búin að sjá. Nú er ég búin að sjá söluna sem ég ætlaði ekki að gera. Já, á omnám. Já, ég var nefnilega með svolítið skemmtilega leik. Ég ætla að spurja þig sko 3-liða spurningu. Okay. Hvort heldurðu að veltan sé 437, 438
eða 439 milljónir. Já, ég hefði sko, já, ég veit ekki, hvort ég hefði sagt herra, út af því að þeir voru náttúrulega á Netflix sko, en það sennilega 2021 eða ekki? Jú, við erum að skoða 2020. Gott, það kemur ekki í 2020. Já, geti það verið, já. Já, þetta er allavega 438, ja, tæpar 439. Já. Sem bara mjög solid sko. En maður búinn að sjá svo, það bara drullu fínt, en maður búinn að sjá svo mikið af þeim, hvað erlendis og svona. Já, ég kem kannski inn á það aðeins og eftir, ef við spólum tilbaka núna bara Omnom, þá þetta stofnað 2013 af Kjartani Gíslasyni, sem er væntanlega ennþá, en hafði þá verið kokkur og starfað sem kokkur í fánum löndum, og Óskari Þórðarsyni sem að var frumkvöðl að því kemur fram, og þeir sem æskuvinir höfðu greinilega fundið eitthvað passion þarna í að fara saman að möndla saman súkkulaði úr kakóbönum. Og einhvers stað sá ég að þetta var svona trend sem að gekk yfir eftir hrun, kannski sambarilegt því sem átti sér stað með Craft Breweries, að fólk með passion fór að búa til bean to bar súkkulaði, sem sagt það sem að sker þá svolítið úr er að þeir voru svona fóra stað að kaupa bönirnar beint frá framleiðanda úr hinum ýmsu löndum og búa til þessa plötur. Þeir byrja bara í eldhúsinu hjá Kjartani og áður en þeir vissa voru komnir í yfirgefna bensínstöð þarna út á nesinu sem að það sem huppaði núna. Já. Þetta er greinilega hverfið mitt. Já, þetta er hverfið þitt. 170. Og greinilega mikil gerjun og gróska alltaf þarna í þessu húsi eða ekki. Já, það má segja það. En þetta er svona sagan þeirra tveggja og þetta er nú bara 9 ára gamalt fyrirtæki á þessu ári og komnir í þessa fínu veltu 438 milljónir og 13 starfsmenn, þannig að þetta er bara búið að kannski ekki ævintýralegu vöxtur en alveg ótrúlega vel gert hvernig þetta byggist upp á ekki lengri tíma. Og því til samanburðar þá má sjá sko með 5 ára sögu fyrirtækisins að þetta var 194 milljónir 2017, þannig að það er búið að ganga mjög vel að auka söluna, og að sama skapi þá er EBITDA hlutfallið sem að við nefnum ítalega hérna, EBITDAn þessu sinni 18% 2020, sem að er nú eiginlega ekki frásögu færandi nema hún var mínus 17% eða neikvæð einhverja 33 milljónir 2017. Þannig að samhliða þessum mikla tekjuvexti þá þeir að ná fram arðsemi og örugglega einhverjum betri kunstum á framleiðsluferlinu og opna sölur á sig og fleira, þannig að þetta er bara í blúsandi plús hjá þeim og nota bene þá 76 milljónir í EBITU fyrir árið 2020. Og allt það saman keyrt á þessum 13 starfsmönnum samkvæmt ársreikning. Ég hef alltaf gaman að grúska svolítið í tekjur per starfsmann og í því skyni þá lít ég á fyrirtæki sem ræðir og svo kannski svona 2 fyrirtæki í samkeppni, og tekjur per starfsmann hjá Omnom eru 33 milljónir og ég flett upp Kólus og Freyju til samanburðar sem eru með 23 og 20 milljónir, þannig að þeir bera höfuð og herðar yfir það hver starfsmaður stendur undir að veltu. Og til að toppa það þá fór ég að spyrja mig hvort að 18% EBITDA í súkkulaðibransanum væri gott, og ég get ekki betur síðan að það sé bara nokkuð gott því að Kólus er með 8% og Freyja 10%, þannig að þeir hafa byrjirunni höfuð og herðar í arðsemi og tekjum per starfsmann þótt að þeir séu eilítið minni að sjálfsögðu. Já, ræddirðu þarna við einhvern súkkulaði sérfræðing? Nei, bara slóðu þessu. Og annað svona til að bara aðeins greina rekstrarhæfi er að taka sem sagt koksi sem að þú demdi þér í áðan, vörunótkunin, að hún er 99 milljónir, þannig að þetta er svona, þeir eru að kaupa súkkulaði baunir fyrir dágóðan skildingin. Já, og ég teki bara eftir sæmilega álagningin sko, þetta er 300% álagning. Já, en það sem að ég skil, en ég einmitt hef tekið eftir því að mér finnast þessi súkkulaði svona í dýrari kantinum, en þetta er kannski svona, þetta er þessi premiumvara sko. Algjörlega, og ég er hugsuð þannig. Og eitt sem að svona bara að því sem að þekkir í gegnum tíðina með þetta fyrirtæki
þau hafa alltaf haft hönnuð í vinnu eða allavega mjög snemma og eiga það sko, þetta flottar umbúðir og það var alltaf strax eftir því tekið þegar varan var að koma að marka hún skar sér svolítið út, þetta var bara hönnunarvara ekki líka, sko, endilega ekki bara umbúðinar heldur líka bara súkkulaði stykki sjálft þannig að gífulega mikið lagt í þetta sem að stendur undir þessari kannski premium verðflokki sem á þeim sko ef við dembum okkur kannski aðeins í hérna, ég sló upp sambarlegt og þú að þetta einhver 1,2 miljón á dag í hérna sölu og þetta gætu verið útreikningar sem ég gæti verið grýttu með stein eða súkkulaði hér að þætti loknum en ég tók bara meðalverði á íslensku plötunni út í búð, 790 eins og það í bónus og vefsölun eðra og deildi með veltunni. Já, byrja, það ekki dýrar en 790? Af hverju fannst mér eins og þetta væri eitthvað yfir 1000 kallinn? Amazon þetta á tæp $11 eða 12 en við skulum lauslega gefa okkur það. Þau sé að selja kringum 555.000 plötur á ári. Nokkuð vel að sér vikið. Já, og þannig útskýr aðeins af hverju ég á hætt að vera grýttur að það hefur verið alveg svakalega mikil vöruþróun og nýsköpun innan Omnum síðastliðin allavega 3 ár myndi ég segja. Og þau eru komið með ísbúð, þau eru komið með svona crunch, ég hef alltaf keypt það en páskaeggið, þannig að... Var það 2020 eða? Var það komið þá? Páskaeggið komið fyrst 2016-17 sko. Okay. En ísbúðin held ég 2020 eða 2021 og ég bara þekki ekki hvernig crunchi kom. Svo voru þeir með sýningatúra inn í gegnum verksmiðuna á einhverjum tímapunkti. Þannig að það kannski óvarlega farið að vera að slá á plötunar en svona leikum við okkur að þessu. Þetta er það sem gengur út á. Og svo sé ég hérna að þeir eru að hagnast. Já. Þetta eru tæpar 30 milljónir. Já. Þetta bara svipaður hagnaður og ísbíla útgerðin, sko. Já, akkurat. Og tölvöld hærri afskriftir sem að spila þarna inn í en enga síður bara myndalegur hagnaður fyrir eigendur sem að ég ætlaði að koma inn á að eru ekki bara Íslendingar eins og ég hélt og það komið semst inn nýjir hluthafar 2017 frá fyrirtækinu Impact Capital sem að hafa greinilega einhverja sérfræði þekkingu úr súkkulaði bransanum eða kakóbauna bransanum samkvæmt fréttatilkynningu sem var þá sett inn á viðskiptablaðsins. Þetta fjárfestingafélag frá Sviss og maður spyr sér svona hvort að það hafi verið happa fengur að fá þessa súkkulaði salkera inn í reksturinn því að flestar rekstra tölur urðu til betri vegar eftir þetta þótt að þetta hafi þó verið aðeins yngra fyrirtæki í vaxtafasa þá en þannig við dembum okkur aðeins í efnahagsreikningin. Þá var ég svona aðeins búin að rissa hjá mér hérna að þeir eru þarna með eignir upp á einhverja 265 milljónir sem að greinast þá í óefnislegar sem að innihalda vörumerki og þróunarkostnað sem að ég hef ekki séð áður hjá svona framleiðslu fyrirtæki á matvæliðina að það sé eitthvað þróunarkostnað en þetta náttúrulega svo mikið sem í gangi hjá þeim að það hlýtur að vera skýringin. Aðrar eignir eru svo áhöld, tæki, bílar og fleira sem hafa úr tvendalega nýtt í framleiðsluna. Það 58 milljón krónar skuld við banka en annars eru skammtíma skuldir bara kröfur á viðskiptavinni, tengda aðila og fleira. Þannig að heildarskuldir einhverjar 179 milljónir. Já, 58 milljón krónar skuld seru. Við banka. Já, við banka það engin fasteign eða hvað? Nei, ekki samkvæmt ársreikning sko. Þannig að þau eru þarna í húsnæði á Granda mann ég helviti huggulegu og vonandi bara á flottum samning þar verða til framtíðar. Ég rendaði eins í Nýja testamentið og tók veltufjárhlutfalli og lausafjárhlutfalli þannig að veltufjárhlutfalli 1,36 sem að telt bara þokkalega heilbrigt og lausafjár 0,78 en ég varst að þeir séu einhverju flæðiskeri stattir. Nei, við viljum svona mjaka þessi yfir ásinn sko. Já, þeir segja það æðstu prestar í testamentinu sko að lausafjárhlutfalli náttúrulega, þetta harðari mælikvarði. Það hefur komið fram og þú hefur sagt það í tvígang, þetta er harðari mælikvarði. Þannig að á skammtíma greiðsluhæfi. Já, algjörlega. Þannig að þetta lítur bara ágætlega út. Já, og svona
reyndar hérna ójafna tap sig sem í rauninni andstæðan við hérna sem andstæðan við óráðstafað eigið fé og þannig að það uppsafnað tap hérna, netto tap á rekstrinum upp á 60 milljónir. Já, það var náttúrulega hérna árið 2017-18 þótt að við mikill tekjuvöxtur þá var tapar rekstri en því var snúið við 2019 þannig að það verður væntanlega engin arðgreiðsla núna í ár. Nei, það var það ekki og bara svona til að draga þetta saman hérna að feiki gott félag í vaxtafasa að mínu mati, mikil vöruþróun og ég heldur sé að leggja á ákveðna landvinninga því að það virðist vera fínasta velta á Amazon síðan þeirra. Já. Þar sem að stykki á $12,69 því að þetta var skoðað sem aðeins hærra heldur en hérna á Íslandi en þau eiga náttúrulega eitthvað undir þeirri velgengni að Zac Efron gerði þennan þátt. Já, klálega. Fór hann á Netflix, ég held að það er bara yfir YouTube. Já. Þetta mjög flott í þeim, ég held með þeim sko. Já, ég er fasta gestur á ákveðnum ástímum þegar maður þarf að keyra upp fituprósentuna. En á öðrum þá horfum maður öfundur augum á þann rauða og gráleita lakkrís súkkulaði. Ég ætla að kynna mér þetta betur. En þú vilt ekkert fara í sjóstreymið? Þú ert náttúrulega með herra sjóstreymið hérna mótið þér. Sko, ég skal horfa á það og svara öllum spurningum sem þú kannt að hafa. Nei, ég er nú svo sem ekki með neinar spurningar. Ég sé hérna að þeir kaupa fasta fjármuni fyrir 10,7 á árinu. Ný langtímalán, hér eru tæpa 65 milljónir í nýlán. Já. Og þeir eru að borga afborganir langtímaskulda hérna tæpar 50 milljónir. Já. Og ég leit rétt yfir það þessi aukning í fasta fjármunum er óöfnislega eignin í þróunarkostnaði. Já, mikill meira hluti af því. Já, það er hækkun á handbæru fé upp á rúma 26 milljónir á árinu. Já. Þannig að það er sæmilegt í pingjunni hjá þeim allavega hérna áramótin 2020-2021. Já, ég allavega fyrir launum held ég ef að kemur skammtíma áhlaupi í upphaf árs en við þurfum nú ekki að ágjöra á þeim með það. Nei, það held ég ekki. Heyrðu, þá er þetta bara svona upptalið. Já. Hvað fleira í þessu? Nei, það. Ekki með omnum, nei. Ég held kannski að við lokum þá bara tökum við það saman að við erum hérna í boði kjarnhita.is og þeir ætla að vera með okkur næstu 14 vikur þótt við séum bara búin að kommitta í 10 þáttaseríu. Og báðu okkur bara að hafa 2 spurningar frá kjarnhita.is í stað einnar ef við leggjum upp laupana. Já. Og spurning vikunar er sem sagt hvað ertu lengi að harðsjóða egg? Já. Og þannig að hlustendur mega bara velta þessu fyrir sér. Já. Það kemur ekki til greina þú svari enda ertu með 3-5 egg á dag. Einmitt, mikill eggjamaður. Já. En sem sagt samhliða þessum eggjaleik hvað ertu lengi að harðsjóða egg í búið kjarnhita þá ætlum við bara að enn og aftur minna á að íta á follow á Spotify og gefa okkur einhvern eða hún að hlusta aftur. Ekki spurning. Og það sem að verður stærsta prófi fyrir okkur er hvorur að senda þetta á einhvern sem að þú veist að þekkir okkur ekki. Sko. Já. Þegar þetta er komið út fyrir okkar comfort zone vinahópa þá sjáum við hvar við stöndum. Já. En þetta er þá 2 af 10 þannig að við bara... Og við eigum enn þá 1% þjóðarinnar. Já. Það er ekki spurning. Við munum uppfara með tölur í þætti 5 þannig að við þökkum með samfylgdina og bara heyrumst í næstu viku. Já. Ekki? Jú. Brilliant. Segjum það. Já.